Vilko challenge handa ykkur sem að Ingvi Ingolls hendi. Ekki miðvikudagur, heldur þriðjudagur, eru fokkin ready? Mætti saman við Jóhann Berger Klilla, erum svo stefti. Heitir skona, heitir hana, kampar og ströndri samtur. Já, komið sæl góðir fylgjendur Sindrafrétta. Ég hérna stattur í virkilega góðu skapi og spenntur að sjá hvað gerist því að núna Vilko Challenge vikunar, fyrsta af í rauninni 3. Það voru 4 menn áskoraðir en einungis svona, þetta 3 þættir, 3 hlutar. Við vorum svona að pæla í að sýna þeim bara svona hluta fyrir hluta. En hér hann mætti með mér, Jóhann Berger Kísil, sem að er að fara í klippingu. Þú ert búinn að prófa fullt af hlutum í sumar. Þú byrjaði sumarið svona eiginlega bara síðhærður, síðan eftir núna bara svona með þessa meðalsíð og ætlar að klára sumarið með hanakamp. Já, það víst Ingvi var svo elskulegur að splæsa í klippingu, þannig að ég bara þakka fyrir það og ekkert nema spenntur. Eigum við þá ekki bara að fara að dundra okkur í þetta? Jú, það ekki bara? Jú, skellum okkur í þetta. Woo! Komið inn! Ég væri að ljúga, ég myndi segja að ég myndi leggast vel í mig, en þú veist, fyrst að mestu gungurnir í liðinu eins og Ingvi Ingolls, Atli Arnarsson, Óskar Guðjón eru búin með sína áskoranir, að þá get ég ekki sleppt þessum. En það leggst ekkert alltaf vel. Já, búinn að pæla mikið í því að snóða mig eftir þetta sko. Já. Ég snóðaði mig fyrst þegar ég var svona, ég veit ekki, þegar Michael Jordan var hvað Íslands, þegar ég vildi vera svo Jordan. Það tókst ekki þá. Komst það að þú varst ekki svartur? Alls ekki, ég alls ekki svartur. Ekki góður í körfubolta. Síðan prófaði ég það 2009, það virkaði ekki heldur þá. Ég reikna alls ekki með að virka heldur 2013 sko. Með kannski? Já, hver veit. Ég held að sé ekki bara kampurinn 2013. Já. Nei. Ef ég væri í pub-klúmsett, þá myndi ég kannski hafa það. Við erum þá komin með þetta. Virkilega hvað, hamingjusamur með árásturinn eða ekki? Jú, sjaldan verið jafn hamingjusamur. Lúk sem þú ætlar að halda? Já. Við ætlaðum að setjum ekkert út á klippinguna. Þetta var virkilega fagmannlega gert og þetta meira að segja sponsor klipping. Ég ekkert annað að styrkja ykkur hann. Við þökkum alveg hjartanlega fyrir það. Já, það var minnst það. Það var gaman hálfur. Já, komiði öll blessuð og sæl. Við erum hérna stattir í bakgarðinum heima hjá mér, eða á Vilko pallinum eins og við höfum nú stundum verið að kalla það. Því að hingað mætum við nú oftast eftir challenge. Það hefur nánast alltaf gerst. En Jóhann Berger var endaði að fá sér hanakamp eins og allir voru að sjá. Núna hann reyndar svona ekki alveg í þessari sömu greiðslu á hann. Enda þú ert búinn að fá að pröfukera hana. Já. Og hvernig var fyrsti dagurinn með hanakamp? Það var yndislegur. Er það ekki? Ég var að fá ótrúlega mikla athygli og fólk var almennt mjög ánægt með þessa klippingu. Var þetta frábrugðið öðrum dögum? Að miklu leyti? Já, ég myndi segja það. Athyglin var gríðarlega mikil. Já. Hvernig var fólk að taka í þetta? Bara mjög vel sko. Þú ert alveg að púlla þetta. Hefur voru margir að segja eitthvað svoleiðis? Já, það var svolítið mikið. Já. Það er eðlilegt. Já. Heldur allir hafa verið að meina það? Heldur að fólk sé að reyna að plata þig til þess að líta út eins og hálfviti lengur?
Ég held að fólk sé að plata mig svo ég lítið svo hálfur til langt. En hvað, ertu búinn að taka loka ákvörðun hvað þú ætlar að gera? Nei, ég ætla að sofa hans ástæðan lengur. Svo lengur. Nokkuð vissum að ég lagfæri þetta aðeins, en... Þú leifir svona kannski helstu atriðunum að halda sig? Já, veistu, hví ekki. Já, ég er ánægður með þá ákvörðun. Það er alltaf gott þegar Wilco að leiða gott af sér. Og þessi hárgreiðsla er algjörlega Wilco að þakka. Það er bara hann. En talandi um Wilco, þá höfum við nú svo oft sagt að enginn fer tómhentur heim eftir Wilco Challenge. Þess vegna, Jóhann, ætla ég að gefa þér kakósúpu sem þú getur matreitt heima hjá þér og borða. Þetta er, ég get sagt þér að í miklu uppáldi hjá Hilmari, það er kakósúpa og haframjöl í bland. Wilco prinsinn. Wilco prinsinn sjálfur, hann hefur nú prófað þessar vörur mikið. Þú átt húu. Ég á húu. Þannig að þú átt Wilco klæðina, við þurfum ekki að gefa hann hérna. Nei, gaman að því hvað þú dróst kakósúpuna úr rassinum á þess. Já. En já, ég þakka bara kærlega fyrir þetta. Þetta er vel pakkað og svona. Þetta er fallegu pakki. Já. Herði, þá bara segjum við það og það verður annað Wilco Challenge á morgun. Fylgist með því. Friður. Ég kemst ekki heim.